Development of rural areas is a very interesting part and challenging part for the German government. So how to bring people to stay in the countryside, how to earn the money at the countryside. And one part of it are some strategies. One is, for example, we want to see more direct marketing. So it's agriculture first in the first place. Then it's forestry, which could be improved here in Iceland. The third one is the production of food, of more processed food, higher processed food. And at least at the last point is increasing the health aspects for pensioners, for example. So to make big centers, when you have a nice lake, you bring the medical doctors, and then pensioners can stay there, and it's elderly homes, so that could be centers like little cities. And that is a development which we have now in Germany as well. So now I'm talking about the aspect of how the direct marketing could be implemented. The main reason for the implementation of risk assessment is that if you say something has to be 100% safety, there is no 100%. Could be always a problem. Cross-contamination, for example, with bacteria, could be a wrong production way, the technology is not okay, the cooling system could be damaged. So the risk assessment could be used to say, how can we implement production at a farmer's level, and to keep the food safety, which will be served to others. So my first example has nothing to do with farms, it has to do with hunting. So Germany, if you have been there, we have a lot of forests. In Germany we are hunting, I think, 1 million pheasants, 2 million hares, 2 million roe deers, 600,000 wild boars, and almost 300 to 400,000 roe deer and den deer. So it's a lot of meat. The question is, how the hunters deal with meat. And we had a long discussion at the risk assessment level. The question was, we cannot do meat inspection for all these animals, dead animals. So how can we make it safe so that they can sell, the hunters can sell it directly to the market? So we had two aspects. One was the teaching. We said, if you cannot do the meat inspection by the veterinarians, we have to teach the people, the hunters, to recognize when meat is normal and to know when they have to call for the veterinarians. So when something is wrong, for example, with the meat when they are not unfamiliar with the meat of a wild boar, a wild pig. So doing this, and that costs us a lot of training, I think more than 2 years, and it would be in Germany we have almost 400,000 hunters, so like the population of Iceland. So that cost us 2 years to train them, but in the end we succeed. And then the German government gave a special law for direct marketing. And one law, part of the law is, yes, the hunters are part of the food production system. So a hunter is also a food producer when he is giving food outside of his family. So there are some prerequisites for this. The first is he needs some premises, some rooms, where he's dealing with the meat. And then it's a question of legal definitions. The first is, what does it mean, the result of hunting? So we said it's a harvest of 1 day of hunting. You would say, okay, 1 hunter, 1 pig a day. Yeah, but we also have huge huntings where we have up to 100 animals, and as a harvest. So how to treat this? 100 is big. So, but, if you know that as a hunter that you have 100 pigs, for example, or wild boars, and you have to treat them, your enterprise, is a small enterprise, has to be a little bit bigger. So we have 2 prerequisites. One is we have a dirty side, the black side, where the animals comes inside the carcasses, and then there will be the fur will be taken away, and then it will be passed to the white side, to the clean one.
And that is another room, has to be another room. It needs cooling facilities. You need also some steel, you know, the right knives, for example. But then you can also cut the animals into small pieces, and then you have the opportunity as a hunter to sell it directly. Normally they sell it to 90% in the neighborhood. Neighborhood means normal people, just normal citizens, but it also means restaurants and hotels. So they are allowed to sell, Germany, you know, but they are allowed to sell this harvest of a one-day hunting up to 100 kilometers. So that means every day, the result of hunting 100 kilometers. So that means that they are small entrepreneurs, you know, and they can sell it. Some of them, and that was a long discussion, also process the food. So this typical hunter result is that you sell sausages, for example, salami or ham, even treated ham, and cured ham and smoked ham, and also with juniper or with pepper, and so they have a special flavor. Depends a little bit where it comes from the north of Germany or Bavaria. There's typical spices and this typical product. So this direct marketing or this direct marketing products could be also sold to sell to hotels and restaurants. So this is established system. I'm telling you this because the backbone for this is a risk assessment. Because you know, food by itself is not always safe. But what you can do is you can mitigate the risk if you know the real risk. So you have to look, you know, what could be done. What could be the problem. First problem, for example, bacteria like Salmonella, Campylobacter, which could be inside the raw meat, could be transmitted, you know, not only to the hunter but also to the consumers. The second is you might have viruses inside. There's special hepatitis virus who could be transmitted to consumers. It could be also some chemicals which would be inside the meat, you know, which normally could be not detected by the hunter. So these are things, you know, which you have to evaluate, and if you know the risk, you can take decisions. And this is what we have done for the hunters. We said this system is robust, and we trust that the hunters can make it. So there's a lot of, you know, trust which we gave to the hunters. But I can tell you now, after 10 years, you know, we don't have even one, maybe two outbreaks, small outbreaks, household related, and everything else was healthy. Because the training shows the hunters that they are responsible for their own products, and nobody wants to poison other people. So this is a working system which is well established. So the prerequisite, the hunters have to invest. They need cooling devices, they need freezers, they need the equipment to cut the animals into pieces, the vacuumizer, for example, you know, to make portion out of it, and maybe the collaboration with others. So we have also some cooperatives now, hunting cooperatives, because when you want to invest, you know, it's big money. It's not big money, but it's significant money. So you can build up a cooperative where you can bring game meat the whole year, because that is also the problem for some companies, that they want to see the meat all over the year, not within 2 or 3 months. But it's the same with your lambs, for example, and sheep. You know, you have a very small time span, you know, where you have to slaughter. It would be much better, you know, that you can direct, you know, your products to wintertime, to Christmas, or, for example, to the barbecue season. So this is something, you know, which we kept in mind to make it more flexible. So this is one advantage, you know, which works. A second example where we used risk assessment is a direct marketing on a farm level. Probably some of you who has traveled Germany might know that we have many farms, especially when they're close to roads, you know, which sell directly food to the consumer. Here we have the same law, so the farmer is a producer, so he's responsible for the safety, but if he has a facility, which means cooling room,
production room, which has to be clean. You know, they are allowed to sell the products directly to consumers. Where it gets open also to hotels and also to restaurants. So this is all-day work. When we have almost 400,000 farmers now in Germany, the number goes down. A lot of organic farmers now, up to 10%, and many of them have the direct marketing in place. So this direct marketing has many aspects. One, for example, a simple one is milk, fresh milk, unpasteurized. Yeah? It's called Milchtankstelle, that's a milk station. You go there with your bottle, you press a button, put €1 inside, and you have 1 liter of milk. So that is very popular at the moment. Many farms have started with this kind of selling products. Although the government, we know it's not safe, because raw milk, as you know, could be contaminated not only with Salmonella campylobacter, but the cows or the sheep contain a special bacteria. It's called E. coli, Escherichia coli. And this is a bacteria which can cause significant problems, especially in elderly or in children. So when you open such milk station, you know, you have to make a big sign that, you know, you have to heat the milk before consumption. This size. You know. Some consumers don't do it, then it's on their own risk. And the second example is also, and that is an increasing thing, is selling milk directly, and it's not only cow milk, but also for goat and sheep milk, selling directly in the supermarket. So what happened, the farmers have something like a small dairy. So they cool down the milk to 4 centigrades, and then they transport this to big tanks at a supermarket. And it's something, again, like a milk station, you know, the consumer can press a button, it's cool milk. And many of these facilities can be bought in internet or by companies which are specialized to produce this kind of technologies. Normally they sell the milk pasteurized, because the farmers, you know, they have small devices, it's like a small dairy, so they press a button, they can heat the milk, and the milk is safe, and then they sell it. So that is also one opportunity, very increasing market. Another increasing market is now producing milk and milk products, cheese for example, with the same small micro dairies, you know, which can be, it's not so much expensive, but you can produce a product on the farm level. But we have seen that this kind of production moved a little bit to cooperatives. So 5 farmers or 10 farmers, you know, invest together, especially when they are neighbors, and then they can produce a product which is very typical for the area. You have to know that and to notice that the production, the local production of food is very popular in Germany. So it's even more popular buying things locally rather than buying organic food. So Germans like it to have food from the area. And it's even more developed than buying organic food. So it's a very successful model. The third aspect would be the slaughtering, producing ham, salamis, special sausages, or selling meat. This is not hunting now, we are on the farm level. In some animals, it depends on the animal. In some animals, for example in lambs, the farmers are allowed to slaughter the lambs when the age of the lambs is smaller than 3 months, without any restrictions. If they are older, they are under restriction of meat inspection in Germany. So that means, you know, someone has to go there and to check it, but this is under risk assessment at the moment. So we are evaluating this because we don't see in the moment problems derived from the sheep slaughter. It has a big tradition now in Germany for the last 20 years because, as you know, we have Turkish minorities, now we have Syrian and Iraqi minorities, and all of them want to eat lamb meat. So it's also a very popular product, so there is a demand for it. So also the slaughtering can be under risk assessment, and if you are able to provide the right conditions from the farm level, the German government said this is according to the European law, this is according to safety issues,
kind of marketing would be allowed. So that would be my examples where we apply risk assessment directly, because the idea is always to mitigate risk to an acceptable level. And that means you need information about the production, about the cleaning situation, about the, how people deal with the product, which is sensible, with the training conditions of the farmer or the hunters. So, and all together, politicians are able to decide, okay, this is acceptable, we want to do this. And I can tell you these kind of decisions are made before the background of the development of rural areas. Because this is one part of earning money on the farm level, which enables people to stay in the area, because the money is good enough, to earn enough so that they don't have to move into the cities. My last two sentences will be on the question, is that normal? I would say yes, because when you look to your country, you are importing, I think, more than 80% of your foodstuff. In Middle Europe, in Germany, we are importing 50% of the food. So we have to rely also to the quality of the imports. So the imports also has to be saved, and the production has to be safe as well. So that means that risk assessment is also important on the side of production, which could be Africa, India, China, and somewhere. So that means, we are importing the agricultural methodologies or safety issues of other countries. This is happen all day in Iceland, because you have the products coming from outside. Some of them are regulated, like chicken meat, for example, you have to freeze it. But not all of them are regulated, especially when it's food which is rarely seen in the market. But you can see from this example that whenever you end up, with a system where you have direct marketing, there is also a step forward. In a common market like at the EU level, all the tourists which will probably pass by your farm and buy your products will remember, this is Iceland, the quality, I want to have it again. So it's an increasing market now that in tourist area, the farmers sell directly by the internet. So I have to say that it's not only meat, we are making wine in Germany, good wine. You can try it if you are there. So that the direct marketing of all these agricultural products is an increasing field, because then you don't have the big markets in between, and it's much better. It's much better money for the winemakers and the farmers. So I'm at the end, and I hope I gave you some insights. What is the practice of risk assessment on one side, and the practical implication, to the farmer. Thank you very much. Andreas, if you just stay there a minute. Ég ætla bara svona rétt örstutt að hlaupa yfir nokkur atriði sem mér fannst áhugavert að heyra hjá Andreasi. Kom með 3 dæmi veiðarnar, mjólkina og svo slátrunina, og alveg ljóst að í stóru landi sem Þýskalandi er í rauninni verið að horfa mikið á, má segja, fjölbreytileika. Og kannski dálítið sérstakt fyrir okkur að átta okkur á því að við erum ekki að nýta okkur smæðina. Það er hálf öfugsnúið. Að í stóru landi með gríðarlegt skipulag eins og Þýskaland, þá er menn í rauninni að nýta sér skipulagið til þess að hjálpa þeim sem eru minni og eitthvað til að læra af. Eitt sem skiptir miklu máli í þessu er BFR, og kannski réttilega segja frá því, þá er BFR rétt 1000 manns, 1100 manns sem eru bara að fást við áhættumat, ekkert annað. Og algjörlega sjálfstæð eining sem að svara beint til ráðherra landbúnaðarmála í Þýskalandi. Þannig að þeirra í rauninni meginmarkmið er að vernda heilsu neytenda í Þýskalandi, en á sama tíma er verðmætasköpunin
sem verður í landbúnaði markmið út af fyrir sig. Og þannig fer þetta saman. Það alveg, þetta svona ágætis dæmi hefur mér alltaf fundist það hvernig hlutir geta virkað þegar skipulagið virkilega fyrir hendi. Þegar það ekki bara á hendi eins manns, eins og Sigurjón nefndi áðan, algjörlega rétt að fer fram automat, en það bara hreinlega ekki bókmætt til að gera það með sama hætti eins og í þessu tilviki. Það líka mjög mikilvægt að átta sig á því, eins og Andreas nefndi, að það auðvitað pólitísk ákvörðun á endanum. Hvað leyfilegt og hvað ekki leyfilegt. Áhættumatið sem að BFR framkvæmir í rauninni fyrst og fremst grundvöllur til þess að taka pólitíska ákvörðun. Og það vigtar að sjálfsögðu öryggi neytenda mikið, en það vigtar líka hagsmunir bænda, hagsmunir sem felast í nýsköpun. Allar þær breytingar sem eiga sér stað núna í kringum, segjum bara sölu á netinu og annars slíkt. Þannig það virkilega eitthvað fyrir okkur til að velta fyrir okkur og svo þá auðvitað samhenginu við byggðaþróun. Því að það alveg sama í rauninni hvert við förum og kannski eins og Andreas kom inn á hérna áðan, að ef við förum þá leið sem að við höfum verið að fara alltaf síðustu árin, þar sem að afkoma bænda verður slakari og slakari, þá auðvitað endar með því að líka stóru aðlarnir sem eru að slátra. Þeir bera skaðan hlut frá borðið heimlega, vegna þess að það heimlega ekki framboð. Réttbært að nefna það líka, svo því sem til haga haldið skýrt, að þá auðvitað bæði samhengi við þennan innri, ef má segja það sem við gerum hérna á Íslandi, en líka mjög sterkt samhengi áhættumats við mögulegan innflutning, eins og þetta hefur verið í umræðinni hérna síðustu misseri á Íslandi. En einhverjar spurningar sem þið viljið skjóta á Andreas núna áður en lengra haldið? Andreas, my name is Fredis. You mentioned the slaughtering of lambs within 3 months of old without health check. Is that something you're trying or is it accepted? No, this is allowed in Germany for instance more than 30 years or 40 years. It's a long tradition. It's related to the sheep, because young lambs, they don't carry any pathogens. That is the main reason. Did you have to get some derogation from EU or it's just? Yeah, when you make, as a politician, when you have a regulation, you can change the regulation. Yeah, so this is in accordance to European law, because the European law enables also the government of a country, of a member state, to make exceptions, when they can show in a risk assessment that the risks are acceptable. That is part of the European law. And this was introduced in the law to enable smallholders, to make direct marketing. It's not only adjusted to the German situation, but this is for all 28 member states. And it's part of the survival strategies for farms, for small farms. Eru fleiri spurningar á þessum tímapunkti? Ef ekki, þá ánum bara vel við að kynna Freydísi til sögunar. Viltu ekki bara koma upp, Freydís? Fyrst ég hefum annan hljóðumann. Freydís Dana Sigurðardóttir fagsviðsstjóri eftirlits hjá Búfjárafurða og Matvælastofnun. Yes, of course, I forgot to give you another clap. Andrea, sorry about that. Og ætlar að fjalla þessum, má segja, reglu og eftirlit og það nú kannski bara rétt að ég finnst þetta að taka það fram að við höfum í þessari umræðu, við erum búin að vera í umræðu, má segja, á Matís núna í svona hartnær 2 ár að hvernig við getum stuðlað aukinni nýsköpun í landbúnaði. Og við höfum átt mjög gott samstarf við Matvælastofnun í þeirri umræðu. Og ég finnst mikilvægt að við svona horfum til þess að við erum í rauninu öll nákvæmlega sama liði þegar það kemur að því að auka verðmæti og vernda hagsmuni neytenda, hvort sem það menn heita Matís, Matvælastofnun, bændur eða í rauninni þeir sem að öll virðiskeðan sem að þessu kemur. Þannig að ég horfi mjög sterkt til þess svona þegar við komum út af þessu fundi í dag, ég byrjum bara að hugsa það vel,
hvernig við ætlum í rauninni að vinna þetta saman til framtíðar. Og kannski bara hafa sagt það, viljum gefa þér orðið, Freydís. Takk. Já, nú kemur svo Matvælastofnun og eyðileggur allt. Þannig. Smá kynning á sjálfur mér. Ég heiti sem sagt Freydís Dana Sigurðardóttir og minn bakgrunnur, ég dýralæknir að mennt og ég var í praxís kannski einhver 11 ár og búin að vera í eftirliti í það 12 ár, bæði á heilbrigðiseftirliti og hjá Matvælastofnun. Búin að vinna við slátrun allra tegunda, búfjár nema kannski alifugla, minnst þar. Þið megi spyrja mig meðan ég að tala, líka eftir að þið viljið og eins getið megi alveg senda mér tölvupósta eða ég ætla að hringja í þessi númer þarna. Ok, Matvælastofnun, til hvers þurfa að hafa hana? Og tilgangur hennar þá meðal annars að tryggja matvælaöryggi og þar með heilsu manna, einnig að auka verðmætasköpun og það að segja þá með þessum erlendu viðskiptasamningum. Þessi trygging hún næst bara allir aðilar að vinna eftir sömu lögum og reglum. Og það ástæða fyrir því að það eru settar reglur. Það hafa komið upp veikindi eða slys sem gera verkum að það varða sig frá reglur og þar með eftirlit. Ekki bara gert að vera með leiðindi. Allir þurfa að fylgja þessum íslensku lögum sem í matvælaframleiðslu og Hrönn kom inn á þetta íslensku lögum matvæli 93/1995. Þeim var svo breytt 2009 þegar við fórum í EES-samninginn og þá tókum við inn þessar hollustu hátta reglugerðir svokölluðu. Það ýmislegt sem kemur fram í þessum lögum sem við tók ekkert, ég nefndi bara þessa ábyrgð stjórnenda, hún skilgreind þarna og ekki megi markaðslega matvæli með þessu örugg fyrir neytendur. Ég minnist þarna aðeins á þennan almenna matvælalöggjafargrunn, bara eitt svona viti að þetta eru svipuð lög sem þarna. En við vinnum samt eftir þessum íslensku og þar eru hollustu hátta reglugerðir komnar til og þetta heill pakki af reglugerðum. Matvælaframleiðendur þurfa fyrst og fremst að vinna með þessar tvær, það sé 103/2010 og 104/2010. 103 eiga við alla sem að framleiða matvæli, 104 eiga við þá sem að framleiða matvæli úr búfjárafurðum og það heill kafli upp á kannski 10 síður sláturhús og á öll sláturhús og allar tegundir. Þessar reglugerðir ekkert sem maður lærir utan að, þetta þykkur mikill doðrandur og þetta ekkert mjög ítarlegt en allar tegundir matvæla koma þetta fyrir. Og það sérstaklega tilgreint í þessum reglugerðum að öll aðildarlönd eiga að sýna sveigjanleika, koma til að vera sveigjanleika fyrir líka framleiðendur, hefðbundin matvæli og afhendingu beint til neytenda eins og hann fór yfir af Andreas í nóg. Þannig að rétt aðeins tæpa á hvað svona verða, hvað kannski svolítið nýtt eða skert mikið á þessum reglugerðum eða við lögin gömlu. Það fyrst skilgreint bara hvaða matvælafyrirtæki þeim við lesa það bara til gamans, en ábyrgðin þannig að matvælafyrirtæki ber ábyrgð á öryggi matvæla og fyrirtækið á að finna bestu leiðirnar til að uppfylla reglugerðina. Ábyrgð eftirlitsaðila, það að segja mín og Matvælastofnunar, að meta hvort þær leiðir sem fyrirtækið hefur valið séu nægjanlega góðar til að framleiða örugg matvæli. Það að segja, ég mæti á staðinn í eftirlit og bara að sjá til þess að framleiðandinn hann bara að gera einmitt það sem hann sagðist að gera samkvæmt sinni gæðahandbók eða innra eftirliti. Til þess að ég komið á staðinn. Og takið eftir að stendur hérna að finna bestu leiðirnar. Það ekki tilgreint í þessum reglugerðum nákvæmlega hversu hátt á verð til lofs. Það nákvæmlega hvað efna á nota. Ekkert að sláturhúsrættin stáli og 5 metra lofthæð. Bara yfir auðþrífanlegt og góð loftræsti. Þannig að ég og mínir samstarfsaðilar eigum og erum opin fyrir tillögum að nýjum leiðum, svo fremur sem þeir innan ramma laganna. Þannig að það eru þó einhver atriði sem eru alltaf
þurfa alltaf að vera til staðar. Og það þetta sem svo kallað innra eftirlit. Það sem að maður í rauninni að halda eftirlit með sjálfum sér. Og inn í þessu eftirlit þessi hættugreining sem nákvæmlega það sem að Hrönn og Andrés hafa verið að tala hérna á undan mér. Að það að fara fram hættugreining þar sem að hætturnar eru skilgreindar í öllum þáttum ferlisins í framleiðslu sjálf. Við erum að biðja gæðahandbók og hún þarf ekki að vera stór. Það þarf bara að vera einhver mappa eða tölva sem geymir alla pappíra í fyrirtækinu. Það gæðahandbók. Ef fólk hefur áhuga á öllu þessum atriðum sem ég er að koma að skoða, þá öll upptalin og skilgreind í skoðanahandbók matvæla sem á netinu á mars.is og það tengill. Og þetta eins og Hrönn talaði, þetta nokkuð ítarlegt. En við erum að taka tillit til stærðar og framleiðslu magns þegar við erum að skoða. Nú kemur svona svolítið glæra. Þetta eitthvað sem að koma fram í gæðahandbók, eins og sjáðu, töluvert mörg atriði. En fyrir fámennt fyrirtæki þá þarf þetta ekki að vera svo íkja flókið. Kynning á fyrirtæki, verklýsing, hvað er að gera, hættugreining með HACCP, heilsufarsskýrslur, mengunarvarnir, þrif og umgengni, það þarf að skoða vatnið, það þarf að vera þessi rekjanleiki sem að Andrés vil tala hann þarf alltaf verið staðar, frá móttöku dýra til smásarmannlamanna, það þarf ekki að vera rekjanleika til neytenda. Þrifefnin þurfa verið staðar við þessu úrbótaáætlun, kælar, fristar, umbúðir, verkefni, geymslu og sambúðum, meðferðauka og sýnataka. Þetta hljómar sem mikill pakki. Þetta samt sem áður hreinlega, þetta mikill pakki í byrjun. Það að kaupa þessa þjónustu, en best að vinna sem mest sjálfur því að framleiðandi þekkir fyrirtæki best. Þannig að sótt sér svo þekkingu keypt þjónustu frá mörgum fyrirtækjum til að klára að gera þessu gæðahandbók. Eftir að starttaka, þá þetta bara þetta uppfærana reglulega einu sem þessu árið, þessa gæðahandbók. Þannig að þetta lítur út fyrir mikið, en þetta vinnst hægt og rólega. Já, og eins og ég talaði áðan, þá aðildarlöndum skylt að bjóða upp á sveigjanleika. Og kannski hefur Ísland ekki verið mjög framhalegt í síðunni, en einhverju síður þá var gefin reglugerð árið 2016, nr. 856. Hún heitir reglugerð lítil matvælafyrirtæki og hefðbundin matvæli. Hún á einmitt við í dag fyrir þessa framleiðslu og tala. Markmið þessa reglugerðar að auðvelda sláturhúsum, fiskmörkuðum og litlum matvælafyrirtækjum að uppfylla kröfur í þessum hollustuháttareglugerð eða 100 löndum á dag. Ég veit ekki hvort ykkur finnst það lítið eða stórt, en það allavega viðmiðir. Og nú koma svolítið þétta glæri hjá mér, því ég að taka sem mest úr þessi reglugerð og kynna ykkur hvar hægt að veita aðeins undanþágur. Það fyrst svona almennar undanþágur. 856, hún gefur afslátt eða undanþágu á þessum hollustuháttareglugerðum. Til dæmis, það mátti hafa vinnslu á mismunandi stigum eða mismunandi vörur og sama rými ef við höfum bara aðskilnaði tíma og sótthreinsun á milli. Þú mátt einnig fá að geyma hráefni, lokaafurðir og frábragðavörur í sama rými ef það pláss á milli og allt merkt hvað er hvað. Þú mátt hafa búningsherbyggi starfsmanna, umbúðageymslu og hreinsefageymslu í öðru húsi, þó ekki lengur 100 metra frá. Og það líka við salefni, það má vera í heimahúsi, bara ekki lengur 100 metra frá. Og það má nota sama inngang og útgang fyrir hráefni eða aðskilnaði tíma. Það komin alltaf einhver sveigjanleiki sem áður ekki bara sláturhús, heldur bara alla matvælaframleiðslu. Og svo þarna 2-3 greinar sem fjalla bara sláturhús. Og það þá hérna 7. grein sem bara sérstakur afsláttur eða undanþágur fyrir sláturhús. Og við farið aðeins yfir þetta starfsmenn sem vinna á óhreinum og hreinum svæðum þegar við hafa sama búningsherbyggi, svo lengi sem ekki fleiri en 5. Dýralæknir þarf alltaf að hafa einhvers konar aðstöðu, það er nóg að þessi bara læst hirsla einhvers staðar. Ef að dýrin er slátrað
strax eftir móttöku í sláturhúsið þá ekki krafa sláturhúsrétt fyrir þau dýr. Þetta bara að passa að sé þessi uppfylla reglugerðum dýraaflífun. Það þarf ekki að vera sjúkrastýr ef það rétt, svo lengi sem að það svona fyrirkomulag þar sem eru geymd dýr sem hafa sýnt einhvers konar einkenni sem ekki alveg í lagi og dýrlegt að skoða. Og það má styrkja kjöt í sama rými og þess að sláturinn að fláning fyrir fram ef það bara ekki á sama tíma, sótt þess á milli og fyrir ekki yfir 10 tonn á ári. Og þessar undanþágur halda svo áfram í grein nr. 8. Það er verið að skoða undanþágur vegna heilbrigðisskoðunar dýralæknis. Í dag það þannig að dýralæknir þarf að vera viðstaddur allan tímann með sláturinn fyrir fram og áður líka. Þessi viðvera dýralæknis þarf ekki að eiga stað í miklu sláturhúsum svo fremi sem þessi eftirfældi skilyrði eru uppfyllt. Ef hann hefur ekki fundið neitt að í lifandi skoðun áður slátraðir, þá má hann sleppa því vera viðstaddur áskap. Hann má þá ekki skoða seinna en 3 klukkustundum eftir að slátrun hefst og ekki seinna en 6 klukkustundum eftir að slátrun er lokið. Þetta þýðir að dýralæknir þarf að koma við einu sinni á dag. Það er jafnframt hægt að nota þá heimsókn til að skoða dýr sem er að slátrast daginn eftir þau eru til staðar. Það þurfi mega að líða 24 klukkustundir frá skoðun dýralæknis á lifandi dýrum þar til skoðun eða sláturinn fyrir fram. Þó þarf nokkur sinnum á ári að dýralæknir að vera til staðar allan tíman bara til að tryggja að það sé að vinna eftir geðhandbókinni og að skoða aflífun hún fari rétt fram. Þannig nokkur sinnum á ári þarf að vera allan daginn hrepptistæðir fyrirtækisins en annars kemur það bara við einhvern svona dag. Og það þarf að tryggja þennan rekjanleika líffæra, það er að segja að hann ekki blanda líffærum saman úr mismunandi skrokkum fyrir dýralæknir hefur skoðað það, nema að þú vitir nákvæmlega hvað tilheyrir hverju, hvaða skrokk. Eins þá tekið fram það líka ef það er einhvers konar sérstök sjúkdóma hætta á þessu bíli, við dekkur helst með salmonella í svínabúum, þá þarf dýralæknir til staðar allan tímann með slátraðir. Og eins þá þarf að tilkynna þetta slátrun 48 klukkustundum fyrir það slátrun til dýralæknisins svo hann getur skipulagt sig, en raunverulega þurfa eyrnamerkin ekki að koma fram henni fyrir 12 tímum fyrir slátrun, hvaða dýr ást að slátra. Þetta er svo pakki, en það er allavega einhverjar afsláttir, alveg klárlega. Það er svo koma inn á svona atriði sem eru ekkert í reglugerðum, en þættir sem eru svolítið í umræðinu núna. Og dýravelferð í sláturhúsum, við erum að gera aukna kröfur á gömlu eða hefðbundnu sláturhúsin velferð dýra í húsinu. Og það er til dæmis verið að fara fram á núna að þau breyti réttinni þannig að það sé möguleiki að fóðra dýr ef við gemum lengur en 12 klukkustundir og þetta var ekki vinsælt. En þetta er krafa sem við erum að framfylgja og löngu komið í reglugerð. Og eins þá er gerð krafa þennan dýravelferðarfulltrúa sem er starfsmaður á vegum sláturhússins sem er að fylgjast með móttöku dýranna, hvernig þau haga sér réttinni og hvernig aflífun fer fram. Það er undanþága fyrir þennan dýravelferðarfulltrúa fyrir lítið sláturhús og það er þá, þú mátt ef þú slátra minna en 20 reglum á viku eða minna en 10.000 fjár ári þarf ekki að vera með þennan dýravelferðarfulltrúa, hann þarf að vera námskeið, þeir eru sér menntaðir menn. Eins er mikil umræðan aukafurðir og það kom í reglugerð hana frá Evrópusambandinu 2017, hún nefnd þarna. Og það eru töluvert mikla kröfur gerðar meðferð aukafurða. Og það er líka gilt lítið sláturhús. Ég held að það verði engin sveigjanleiki sýndur það, ekki til því séð það. Og sérstaklega þessi áhættuvefir, þessi aukafurðir, það er þessar afurðir sem ekki eru til manneldis en má nýta til annars. Til dæmis dýrafóður, moltu eða eitthvað þess að það. Nú ef að það er ekkert að nýta, þá ber að farbanum á sérstakann hátt. Í þessum aukafurðum þá er þessi sérstakki áhættu vefir. Heilin, mænan, augun sem búðraskildina og það farga á alveg sérstakann hátt
og það er annað brennsla eða samþykkt sem móttökustöð sem eigir hættulegum úrgangi. Og þetta er eitthvað ekki hamlað í dreifbýlinu því það er ekki að sveitarfélög sem er að bjóða upp á þennan möguleika. Menn hafa eða státur þá sjálfur að kaupa sér brennsluofna. En þetta er eitthvað sem þarf kannski að kíkja betur á, hvernig lítil sláturhús eða lítil fyrirtæki myndi geta höndla þetta. Ég tók þetta líka til að nýkomin reglugerð flutning dýra með töluvert ströng og gerir töluvert harðari kröfur flutning og verður erfitt fyrir stór sláturhús sem eiga stóru bílana. En kannski á það ekki við hérna, sem sýnist ég ekki að stefna þá áttin að vera flytja bílangt, að ég nefndi hana bara, ef maður til að fyrir bíl. Þá má skoða hann. Að lokum ætlum ég bara aðeins að fara umsóknarferli hjá Matvælastofnun. Þetta fer fram í gegnum þjónustubátt Matvælastofnunar á netinu. Gott að hafa teikningar og setja það inn með þegar maður fyllir inn í umsóknuna. Eftir þessu umsókn þá kemur úttektarraðili, oftast er það bara ég eða einhver námi samstarfsmenn og við gerum úttekt. Það þarf ekki alltaf að vera tilbúið það, alls ekki. Við veitum oftast nær ef það næst er tilbúið. Þetta skilyrta leyfi, það gildir í 3 mánuði og áður en 3 mánuðir eru búnir, það mætum við aftur og ætla að kanna hvort að innra eftirlit sé örugglega virka eins og til stóð. Og ef það er þannig, þá gefum við út þetta fullgilda starfsleyfi sem er til 12 ára og fyrirtæki það verður reglubundið eftirlit. Við áhættumetum hvert fyrirtæki fyrir sig og þetta er rétt sem verðum að segja, það er byggt bara á fjölda starfsmanna, magnframleiðslu og tegundframleiðslu. Við erum ekki, það er rétt sem þú segir, við erum ekki að taka tillit til, það er ekki reikn út áhættumati nákvæmlega fyrir hverja framleiðslu fyrir sig. Þetta er það sem við höfum í búið til að reikna út það. Ég held, fyrir svona beitt frá bíli fyrirtæki erum að koma það bil, svona kannski 4 til 6 tíma, kannski ári eða annað hvert ár. Svolítið fyrir eftir hvernig fyrirtækið er. Það er eitt fyrirtæki, ekki sláturhús, sem er að fylgja þess eftir núna. Það hefur reynt á það. Þannig að við erum ekki búin áhættu með eitthvað svona sláturhús. En það myndi það bara, við myndum bara díla við það þegar því kæmur svo. Og að lokum til þannig, ég gæti að vera með þessum áhættunum fyrir hönd Matvælastofnunar, ef það kemur eitt mann. Verður þess að taka hérna. Já, þá er bara takk fyrir mig, það er sér fyrir spurningar. Það er spurning hvort við tökum eina spurningu. Ég veit ekki hvort að þetta er til marks um fortíðin eða framtíðina, það kemur að vöruþróun í landbúnaði, síðasta myndin. En er einhver spurning þessu tengt? Sigurjón. Þetta verið gott erindi. Það var að velta fyrir mér sambandið við að það var svona áhersla á dýravelferð. Já. Það sem hefur verið svona helst gagnrýnt er að flutningar á dýrum langar leið til þess að Vestfjörðum að þetta sé orðið hálfsólarings ferðalag og jafnvel lengur eða það er orðið erfið færð. Ég var svona velta fyrir mér, ekki þessi minni sláturhús minnkaðu ekki þörfin á þessu og kannski að horfa á þá í því ljósi að við kannski eru þá þeir verður að vera bótið gott, kannski ekki síðri hvað var það góða meðferð á dýrum. Algjörlega. Þess vegna fannst mér að tæplega við, ég vil vera minnast að ekki og væri til staðar. Þessu flutningarfjölu. Hún verður erfið verður fyrir marga sláturhús svona. Ég held að sé 12 tíma max flutningur. Þeir verður það bara skipur ekki sem því. Og ég vona að það verður áskorun fyrir okkur að fylgja þessu eftir, alveg klálega. Það verður ekkert auðvelt. Þetta er komið í lögverðinu. Það er ein spurning af netinu. Guðríður Magnúsdóttir spyr hvað kostar eftirlit Matvælastofnunar á heimastofnun? Það hefur ekkert verið reiknað. Það er enginn um sækjum. Það er enginn í þessu starfsemi. Þannig að það veit ekki. Það bara reynir á það í framtíðinni. Þakkum kærlega fyrir gott erindi. Takk kærlega.
Það hefur verið talað mikið bændur hingað til á fundinum en ekki kannski mikið heyrst frá bændum og nú kominn tími á það. Atli Már Traustason sem nú fyrir þá sem eru kannski á Facebook að kynna sem sjónvarpsstjörnu. Það nú verkföll ljósmæðra sem mögulega blasa við en þeir sem ekki kannast við Atla getum sennilega að leita bara til hans eftir sólarhringsdvöl í sjónvarpssal í ljósmæðrastörfum. En Atli annar þeirra bænda sem ætlar aðeins að fjalla svona sjónarhorn þeirra á þetta mál og kannski svona hvaða tækifæri og áskoranir þau sjá varðandi sláturhús og aukna markasetningu til neytenda beint á bíl. Gjörðu svo vel þig. Takk fyrir það. Ég er mitt á milli. Ég er svo gaman sem ég bara með þetta á blöðum en börnin byggur til þetta fína myndasjó sem fær að fljóta með. Já, komið öll sælfæssuð. Atli Már Traustason heiti ég og bý á Syðri Hótölum og svona fjölskyldu minni og þar rekum við Hóttalabúið ásamt foreldrum mínum. Í upphafi rétt að vara ykkur við að í fyrsta lagi ég alls óvanur að halda svona erindi svo stilliði væntingunum í hóf og jafnframt þá hefur nú frekar lítill tími verið til undirbúnings vegna hei Anna og annar Anna og það er nú kannski ekki við í dag akkurat enda þessi góða mæting sennilega með þeim að þakka ef svo er hægt að segja. Viltu kaupa heimaslátrun? Þetta er spurning dagsins. Eða heimaslátrað, réttar að segja. Ég held að svarið þessari spurningu sé já hjá mjög mörgum sem hafa metnað til að vilja vita hvað þeir láta ofan í sig, þekkja og treysta bóndanum sem þeir ætla sér að hafa viðskipti við. Það sem ég set hérna fram þessi málefni endurspeglar að sjálfsögðu það sem snýr að okkar búrekstri og því held ég að sé rétt að byrja því að kynna þess fyrir ykkur hvað við erum að bjástra við á Hóttalabúinu. Hóttalabúið er blandabú með 50 áskúm í mjólkurframleiðslu, nautakjöldframleiðslu sem nemur 30 innlögð naut á ári og síðan sauðfé, en í vetur voru 650 fjár vetarfórum. Einnig 60 hross á búinu, aðalega þó til að skera sig ekki of frá nágrannanum. Á búinu cirka 3,5 stöðugildi í heiks ársstöðum, en að sjálfsögðu fleiri í vor og sumar. Við erum að fást við ýmiss konar verktöku og má segja að það dekki cirka eina árstöðu. Eigendur búsins leggja mikið metnað í góða umgengni og reynum að hafa ásýnd búsins sem allra besta og hefur búið meðan annars hlotið umhverfisviðurkenningu sveitarfélagsins hér og í vetur hlaut búið landbúnaðarverðlaunin. Búið hefur mörg undanfarin ár lagt inn úrvalsmjólk og fyrirmyndarbú samkvæmt úttekt Mjólkursamsölunnar. Með þessari ofar áherslu á umgengni og ásýnd erum við að reyna að marka okkur ákveðna sérstöðu sem mikilvægt þegar kemur að því að selja þínar afurðir beint. Þú þarft að vera með eitthvað að selja, jákvæð upplifun þess sem fer heim á snyrtilegt bú með vel fóðruð og hirtu búfé getur klárlega gert gæfu muninn. Þetta þekkir maður sjálfur frá bændaferðum og erlendri grunn. Við höfum tekið á móti nokkrum fjölda hópa árkvæmt, bæði skólahópa, innlendara, svo sem erlendara ferðamanna til að kynna okkar starfsemi og ekki síður að kynna íslenska landbúnað og hvað við búum vel hér á landinu okkar hreinu og heilmennu afurðir. Búið verknámsbæ frá Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri en alls hafa 31 nemi dvalið hjá okkur við nám og vinnu. Og þar hafið þið það, aðeins hvað við erum að bjástra við. Þar sem við erum með blandabú, þá hefði ég að sjálfsögðu áhuga því að slátra fleiri en bara sauðfé heima og geta afsett beint til minna viðskiptavina. Hvað mjólkurkýrnir snertir er mikið sóknarfæri slátur en úrvinnslu þeirra heima við. Því verður afurðastöð ekki upp á marga fiska og
þó einungis væri skorið og hakkað og selt á þann hátt, yrði virðisaukinn verulegur. Hvað nautin varðar, þá erum við með samning við ákveðna kjötvinnslu sem greiðir okkur álag og á kílóverðið, standi skrifirnir ákveðna gæðaflokka, svo lágmarksþyngd, þannig í okkar tilfelli þyrfti talsvert til að breyta því formi. Á síðasta ári var meðalþungi innlagðra nauta 330 kg. Aðalakkurinn hins vegar í sauðfjárafurðum að reyna að koma að minnsta kosti hluta þeirra í viðunandi verð. Undanfarin 3 ár höfum við fækkað fénu ca. 25% og tekið mikið til í fjárstofninu. Reynt að hámarka þann arð sem hver og ein ær skilar inn í reksturinn. Þetta eitthvað sem fleiri hefur klárlega átt að gera í þessu markaðsumhverfi sem nú ríkir, þá væri staðan verulega önnur. Í gegnum þessar gestamóttökur höfum við eignast mikið af vinum og kunningjum sem sumir hverjir vildu gjarnan kaupa afurðir okkar og fórum við því að selja beint frá bíli og erum með leyfi frá Matvælastofnun til þess. Það er að taka skrokkana heim og geyma í frysti, sé þess þörf og selja þess vegna frá okkur allt árið kring. Þetta jókst talsvert 2015 og 2016 árið 2016 fórum 50 skrokka frá okkur með þessu móti. Síðasta haust féll þessi sala hins vegar verulega niður, aðallega vegna þess að verðlagning á sláturkostnaði frá okkar sláturleyfishafa hækkaði upp úr öllu valdi sem var til þess að okkur féllust eiginlega hendur og drófum okkar mestu út úr þessari sölu. Í annan stað var ég ekki allsbært sáttur við þetta fyrirkomulag, þar sem okkur ábúendur búinu finnst við finna talsverðan mun á heimtekna kjötinu og svo því sem við lógum heima til okkar einkaneyslu og þá sérstaklega hvað varðar mernina. Það var því hálfkjánalegt að vera að selja hjá sig gæfaafurð en ekki í þeim gæðum sem það vissi að hægt var að ná með annarri meðhöndlun. Ekki má gleyma þeim möguleikum og virðisauka sem liggja í slátrun fullorðinna áa, en þar eru verðin slík hörmung út úr afurðastöð að ef við náum að selja annað fyrirliður áni erum við komin í heildar einlegsverðið og gott betur en það. Í mínum huga þyrfti að vera að ræða þrenns konar sláturhús í flórunni hérlendis. Stóru húsin til að slátra megnin á magninu í almenna sölu og útflutning, handverkshús til að slátra fyrir metnaðarfull veitingahús og kjötvinnslur og síðan heimasláturhús bænda sem til þess hafa áhuga og sinna þá einkakúnnum búanna, vinum, ættingjum og þess háttar. En getur þetta gengið? Mörgum spurningum þarf að svara áður en við þurfum að slátra heima til að selja frá okkur afurðirnar. Hliðarafurðir. Ætlum við að láta innmat fylgja til þeirra sem þess kjósa. Hvað gerum við þann hluta sem ekki vill innmati, svið, gæru og svo framvegis? Úrgangur. Hvernig leysum við urðun og brennslu á þeim hlutum sem þess þurfa við? Þurfum við að koma úrgangi á viðurkenndan urðunarstað og þá hvernig? Eftirlit. Það verður að vera þannig að yfirstíganlegt sé bæði hvað varðar framkvæmd og kostnað. Aðstaðan. Það verður að smíða einhverja lágmarkskröfur aðstöðu sem þarf að vera til staðar hvað varðar hreinlæti, aðstöðu til þrifa, tækjabúnaðar, meindýravarna, gæðavatns og svo framvegis. Verkþekking. Þótt undarleikni virðast þá fer þeim fækkandi sem hafa kunnáttu til þess að verka. Spurningum námskeið til að tryggja lágmarksverkkunnáttu. Stuðningur. Undanfarið hefur stuðningur ríkisins til sauðfjárræktar færst æ meira yfir á innlagt kíló, þrátt fyrir ábendingar mjög margra bænda að skynsamlegt væri að hafa hann minna tengdan sjálfri framleiðslunni, meðal annars til að draga úr framleiðsluhvatanum sem af þessu hlýst. Hvernig leysum við þann þátt? Verðum við að fá einhvern með löggilda vigt í heimsókn eftir hverja slátrun og til að votta að slátrunin hafi yfirleitt á sér stað? Ætlum við að undirskilja þessa framleiðslu ríkisstuðningi. Við að búinu erum að byggja nýtt fjós fyrir mjólkurframleiðsluna
og þess vegna er þetta góður tímapunktur að velta þessum slátur og úrvinnslu þætti fyrir sér. Unga fólki að skila sig heim og yfir huga að láta til sín taka í búrekstrinum og þá þarf að finna fleiri störf, skapa meiri verðmæti, gera reksturinn arðbærari. Gamla fjósið er því besta bygging og okkur langar að skapa því nýtt hlutverk. Því ekki að skila meiri verði fyrir framleiðslu okkar, kjöt af kú, nautum, folöldum, sauðfé og jafnvel einnig úr mjólkinni, ís, ostar og svo framvegis. Það kostar ekkert að láta sér dreyma. Kannski bara eina láðið til þess að kreista fram svör við spurningunum hérna undan, að láta einfaldlega á þessa hluti reyna. Láta bara vaða og slátra nokkur lömbum og selja og sjá hvað gerist. Hvernig bregst kerfi við? Ég er til í að láta vaða. Það er eins með þetta eins og margt annað að allt er betur en að gera ekki neitt. Takk fyrir. Já, allt er betur en að gera ekki neitt. Ég heyri það að bændur vekja mun meiri eða svona mæli árangur manna eftir lófataki. Þá vekur þú langmesta lukku hérna, hingað til. Það er spurning, ef við þarfum kannski eina spurningu á alla, áður en við hleypum síðasta ræðamanni að. Eða hvort við tökum bara umræðu hérna á eftir, ef við ekki bara segja það. Við tökum þá umræðu á eftir og bara gefum alltaf gott klapp aftur. Þá vantar mig til að gefa til leiks Þröst Heiðar Erlingsson frá Birkihlíð sem ætlar að koma með annað sjónarhorn bænda og kannski bara rétt að reyna honum að kynna það. Ég veit að það tengist ekki síst áfram vinnslunni sem að hefur verið skoðuð talsvert í Birkihlíð. Gjörðu svo velkominn. Takk fyrir. Ég þakka þeim sem hafa verið í undan mér. Þetta er mjög áhugavert og skemmtilegt að hlusta á þetta. Ég er nú svona ekki með neina glæðikynningu og hef aldrei staðið í svona pontu á þau, þannig að ég ætla að byrja að taka til þess eins og allir gerir. En eins og fram kom hér áðan þá heiti ég Þröstur og bý í Birkihlíð þar sem við hjónin erum komin með löggjöf fyrir kjötvinnslu í gömlu fjósi sem við aflögðum fyrir nokkrum árum síðan. Og hvers vegna á maður að láta það? Hvar eru tækifærin? Ávinningur fyrir bóndan, ég enda fyrir bóndan, ekki fyrir afurðastöð eða verslunina, þetta fyrir bóndan. Því það er bóndi sem býr þetta allt til. Hann hefur sauðféð sem eignast lömbin, það er bóndi sem vinnur þetta allt saman heima á bæjarnum sínum í sveitinni, ekki afurðastöðinni eða versluninni. En svo þegar bóndinn á að fara að fá fyrir sig, þá fær hann bara bréf í júlí eða ágúst, þessi bóndanum er sagt hvað hann fái fyrir sína vöru, sem er ákveðað þeim sem kaupa vöruna af bóndanum. Bóndinn á kjötið og þess ná hann að ákveða sjálfur hvað hann vill láta kjötið sitt kosta, en ekki sá sem kaupir það af bóndanum. Heldur einhver hérna inni að bensínu myndi kosta það sem kosta núna ef þessi myndi vilja kaupa, myndi ráða verðinu á því? Hvað haldið það? Bændur verða að fá eitthvað val. Þar kemur þessi heimreynsla sterk inn. Það er eina sem getur hjálpað okkur bændum að fá meira fyrir okkar vöru, sem er algjörlega eðlileg krafa. Það eru jú við sem búum þetta til. Það er ekkert sem segja að afurðastöðin lækki ekki verið meira til okkar eða hækki sláturkostnaðinn, en meira kannski bara upp í 80 krónur á lamb. Þetta er meðal annars ástæðan til að við fórum út í þetta. Ég er búinn að sjá að verðið myndi þróa svona til bóndans og þar eru tækifæri í að selja milli laust á bónda til neytenda. Þess vegna verður bóndinn að fá eitthvað annað val en að slátra í afurðastöð án þess að það verði að kosta einhverjar gríðarlegar fjárhæðir. Það sjálfsögðu verða hlutir að vera í lagi og ekki matvæli fullkominn lagi. En Íslendingar hafa nú verið í þessu landi slátari heimi á sér í árhundruð á þess að draugna í reglugerðum og öfgaðisma, eins og ég segi stundum. En þetta er samt betur fyrir aðeins að lagast
en Guð minn góður hvað það gengur hægt. Bóndi verður að losna þeirri stöðu að geta bara átt eina leið og leggja inn í eðarstöðuna. Hann verður að geta fengið að slátra heima til að losna við ráðaðslega sláturhúsinu. Auðvitað verða bændur og eðarstöðar að geta starfa saman, en það má ekki bara vera haglegt fyrir annan aðeila. Tækifærin eru gríðarleg og það er eina sem það mikið hugmyndaflug og tíminn til að geta sinnt þessu að geta selt unna vöru, gera vöru, háa verði. Það sem hægt er að mæta þörfum hvers viðskiptavinar eins og hann vill. Þetta er meðal annars ástæðið við fórum út í þetta að selja millilega laust beint frá okkur bóndanum til neytandans. Þá gerist líka annað, neytandi kynnist bóndanum og það myndast tengsl. Þannig að neytandi kynnist því hvað er að gera sveitinni, sem er mjög mikilvægt. Ég veit ekki til þess að það séu að myndast tengsl við fristi eða kelliborði í versluninni. Það er rauninni ópersónlegt, eins ópersónlegt hús að skellur. Neytandi vita varla hvað kjötið sem þeir kaupa kemur frá Norðurlandi eða Suðurlandi, er þetta fjörland eða gert frá fjöll eða er þetta yfir höfuð Íslands? Maður spyr sig bara að því. En árangur bóndans á að vera góður, því það er mikið vinna að starta svona dæmi, taka kjötið heim og vinna það og pakka, merkja, taka það saman sem hver og einn vill kaupa en það borgar sig. En það þýðir ekki að selja kjötið ódýrt. Þá er alveg sagt að senda það eðarstöðuna. Að selja lambakjöt á 800-1200 krónur kílóið beint frá bíli með heimtökum kostnaðarstöðu eins og var í síðastliðið haust er bara ekki lægi á það mati. En okkur finnst ekki hendur, við tókum allar okkar lömb heim síðasta haust og erum búin að selja, það voru 180, eru 60 eftir núna. Og erum samt ekki búin að vera að sinna markanum mjög mikið, þannig ekki. Það er mikið tækifæri bændur að standa saman í svona vinnu, hjálpast að slátra hjá okkur öðrum og benda aðra ef hann er búinn með sitt kjöt. Því sameiginlega eru bændur miklu betur settið til að koma hlutunum betra horf. Við lítum ekki þetta sem samkeppni bænda, þetta á ekki að vera þannig. Að hver bóndi sé að sína horfni, því að fleiri neytendur sem kaupa beint af bónda og kynnast þannig fyrir þeirra starfi, því betra fyrir íslenska sveitina. Það eru þá fleiri neytendur sem venjast því að kaupa beint frá bíli, þannig að fleiri munnar eru að metta fyrir bóndan. Í dag er flestum löndum slátrað á Íslandi á saman tíma, frá miðjum ágúst til loka október. Og við sjáum jafnvel fyrir okkur að geta byrjað svolítið fyrr, byrja kannski að slátra í ágúst og þá fara á miðlok nóvember og jafnvel aðeins lengur. Þetta er allt hægt, það verður bara að skoða það. Heimaveinsla sala og kjöt er klárlega sterk stoð til að efla atvinnu sveitum landsins og ekki síst mannlífi í sveitum. Við byrjum á kjötuflokkanum 2011. Í okkar tilfelli þurftum við að taka húsnið algjörlega í gegn. Og hólf og gólf og ekki í húsið var bara fókalt, svona algjörlega fókalt. Þegar við vorum að leita okkar hjálpar, þá hjá Mast var sagt að við skulum bara skoða reglurnar, við ætlum bara að finna út úr þessu sjálf. Og þeir eru nú eins og þeir eru, en við tókum þetta hægt og rólega. Árið 2016 kom þessi nýja reglugerð sem að gera þetta alltaf mjög einfaldara. Síðan byrjuðum við að hafa mikið vatn undir sjávar og Jón Kornel og Freyr Stannar starfsmennir Mast hafa verið einstaklega hjálpfús að leita náttúrulega gegnum þetta, en það er ég að segja að það er þeir fyrstu starfsmennir Mast sem hafa verið hjálplegir. Það var bara mjög leiðilegt að eiga við Mast áður en þau komið til það. Ef við höfum aðeins nokkur reglurnar, en nú vonum manni fallist hendur þegar maður fer að skoða þennan hérveg. Þeir sem fóruð inn á Mast síðan og fundu það reglugerð, við sátum þarna í tölvuskjáinu og spurðum hvort annarkvort væri svona einfalt að skilja þetta ekki. Stæðið undir reglunum miðlæg upplýsingar matvæli til neytenda og það stendur orðið ákvæði samningsins Evrópska efnahagssvæðið sem vísaði til kafla 3 viðauka skuli öðlast gildi breytingu viðbótum síðan þegar önnum viðauka bókun 1 til samning og öðrum ákvæðum hans. Ég nenni ekki að lesa það lengur, þetta er svona langt. Þetta hefur breyst mikið, gríðarlega mikið, sem betur fer. Og það er að gera reyna
nutta þess áfram. Því að sko, verðið sem við fáum á Ávöxtu ekki náttúrulega ekki neitt. Sko. Það bara hugsa ég að ég eftir að lækka. En ef við tökum til þess bara einfalt dæmi af fullorðinni kind sem að við fáum kannski 3.000 krónur fyrir. Þú getur selt úr henni fyrir svona 30.000 krónur bara svona án þess að vera neitt hári verði. Og auðvitað erum við náttúrulega með blandarbú, þannig að við erum ekki bara að hugsa að selja sauðfjárafurðir, þetta líka nautgripa kjöt. Þannig að þetta svona sem ég vildi tala En mér finnst þetta mjög áhugavert og maður finnur það alveg að þetta er svona liðkast fyrir. Fólk átt að sjá því hvað þetta að gera því að þessi samþjöppun í sláturhúsunum gerir ekkert annað en það að sauðfjárafurðir leggjast bara af. Það bara einfalt. Þetta lifir enginn af þessu. Þetta gerir það sjálfur, það vinna, en þetta getur bergað okkur. Takk fyrir mig. Við þökkum flesti kærlega fyrir. Trausti, ég ætla að biðja þig bara að tylla þér á leiðinni. Nú ætlum við til að biðja bara alla frumarendur að koma hérna og setjast í þetta pallborð hér. Andreas, can I invite you to sit? Since you're the guest of honor, you get to sit in the middle, of course. Þá hefur kaffi hérna. Do you want some coffee? En bara meðan að fólk að setjast, þá vil ég hvetja til þess að hugsa spurningarnar, athugasemdir og annað og kannski bara svona rétt til að vekja nokkur atriði sem ég langar til að nefna. Þá hafa margir talað fræðslu og það er rétt að nefna það að við á Matís höfum verið að útbúa efni. Óli Þór Hilmarsson situr hérna á horninu og er nú okkar fremsti maður en ég megi segja þegar kemur að kjötvinnslu og hann hefur verið að útbúa fræðsluefni sem hægt að nálgast á matís.online og þetta kemur komið inn á svona menntakerfið okkar heilt yfir og það er auðvitað bara miklu meiri kröfur en áður var að slíkt efni sé aðgengilegt á netinu og við höfum líka verið að auka samstarfið við Landbúnaðarháskóla Íslands, rektor Landbúnaðarháskólans, Sæmundur Sveinsson er einmitt starfur hér og það er ansi margt í farvatninu, kannski bara eins og Tröstur sagði áðan, þá er svona margt að nuddast áfram. Eitt af því er þessi fundur og svo það sem hún nefnt þá verða glæðundar á honum á netinu og hvort sem það gerist núna á eftir eða eitthvað örlítið síðar þá munum þær koma á netið og svo munum við klippa til þetta efni. Þannig að það verður aðgengilegt á YouTube, Rás Matís að minnsta kosti. Þannig að nefna líka bara örstutt, það er nú það kostar ekki alls í dreyma, eins og var nefnt þetta áðan. Og tvennt sem við erum að vinna núna með bændum og tæknifyrirtækjum, það er annars vegar að það er búin GPS-merkja kindur víða land og það er kannski svona næsta stigið í því sem að bæði Atli og Tröstur nefndu. Það er að koma í rauninni staðsetningu lamba á framfæri og ýmsar lausnir að verða til í því. Við náðum að blanda foreldrar mína til að merkja nokkra kindum þannig. Annað er svo, eftir að við öll heyrt Bitcoin sem að margir hafa orðið eða alltaf haldið þess að orðið ríkir af. Það byggir á svokallaðri blockchain-tækni og við erum að vinna núna með Advania að verkefni í því að koma þá upplýsingum frá bændum, þeim sem vilja, á blockchain sem er svona kannski næsta skref, má segja, til þess að tengja hluti saman á internetinu. Þannig ef þið hafið áhuga á öðru hvoru þessa og við erum í samstarfi við landgrænsluna varðandi GPS-merkingarnar, þá endilega bara hafið þið samband til að mynda við Óla Þór sem er hér eða Rakel Halldórsdóttur sem er starfsmaður Matís hérna í Skagafirði og einmitt ber ábyrgð á og rekur matarmarkað Hálsósi. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, það er kannski tvennt sem áður til að nefna þetta östuð í restina. Það eru svona tvö motto sem ég er búin að sjá á þessum fundi. Annars er þetta að láta vaða, það er
það stundum ágætt að hafa það í huga. Svo fannst ég svo skilaboðin frá flestum að þau að batnandi fólki væri best að lifa. Svo bara heilt yfir og maður ekki bara láta það gilda alla í þessu. En einhverjar spurningar sem við viljum koma með hérna til panelsins? Þetta alltaf augnablikið sem að fundastjórinn þarf að vera tilbúin að koma með spurningar. Já, það hérna. Ég ætla að byrja að kynna ykkur östum bara og hverja spurningur. Ég heiti Ólef og ég bý á Þverá hérna megin. Ég eitthvað að spá í sem kannski ósnefnt að spyrja þess að ég veit ekki alveg hvort ég eigi að spyrja þig Freydís en þetta með þessi undir 3 mánaða laun. Það sem hann var að segja, þýðir það þá að það þurfi ekki verið að gera þetta á staðnum eða hvað, skil ég það rétt eða? Skil ég þetta, ég hef aldrei heyrt það. Mjög áhuga. Það er þess að rétt að skoða. Já, takk fyrir það. Ég hef ekki heyrt af þessu áður, en mér finnst það klárlega eitthvað sem ættum að skoða. Þetta þýðir greinilega að það er engin skoðun, að mér skilst hvorki fyrir slátrun, né eftir það. Allavega þannig skil ég það er bara engin heilbrigðisskoðun. Það er svo bara villidýr, það er vilt dýr. Það er ég skil þetta rétt. Það má kannski bara nefna líka að Færeyingar hafa tekið upp mjög sambærilegt kerfi sem gengur raunar enn lengra. Þar er heimaslátrun leyfð og það er leyfð sama á afurðum sem koma úr heimaslátrun svo framarlega sem þær eru merktar sérstaklega. Og þá í rauninni, ég má segja, neytendur varaði við þeirri mögulegu áhættu sem af þessu kann að hljótast. Eru fleiri spurningar? Andreas, I have a question for you. You mentioned, and there was a question on the lambs younger than 3 months old being slaughtered. What about the extra, like byproducts, extra raw materials that are not sold for human consumption? Do you know how they are treated in those cases? The regulation with 3 months is a national regulation, but it's in accordance and notified with the European Commission. So this is national law. You can also do it with 4 months or 5 months. It depends a little bit, on the assessment you are doing. So we said just 3 months because for the Easter lambs, that was the regulation adapted to this. The byproducts, it depends on your national system for the rendering plants. If you have one, you can be happy. I'm not sure whether Iceland has a working system for the byproducts. Normally, if you don't have the normal situation that the company who is running the rendering plant is collecting the byproducts, then there should be other regulation in place which are regulated on the district. And in almost all cases over the EU countries, they have dumping sites. So you take out the brain, spine, and then you just bury it. But that depends a little bit on your national law and the assessment on the risk. So if you are low or no risk on mad cow disease, they are not reason, to implement this. Depends a little bit whether you want to be compatible with the EU law or not. Was okay? Já, hlemmum með það. Það er það. Kannski bara í framhaldi af þessu Freydís varðandi frágang á því sem við köllum oft úrgang. Það sem sagt, virkar það kerfið á okkur bara í dag? Það fer alltaf sveitarfélögum. Það raunveru á okkur sveitarfélögum að taka við öllum þessum hvernig úrgang, það sem ekkert hvorki til fóðurs, né mannandis, né móti. Þá það bara hálflaustu sveitarfélögum með það erlendis þá það að sækja eftir þessum lífæra úrgangi sementsverksmiðjur og þeir sem bara nota svona fyrir brennandi efni sem myndar háan hita. Þar búið að finna farauðum og þetta er keypt, þetta kostar. Sementsverksmiðjur að kaupa þessar afurðir töluvert, ekki dýrverði samt, þannig að borga sig. Hér bara vantar
þannig leiðir, raun og veru, að nýta þetta. Annars er þetta urðað því miður, það er ekki samþykkt hjá, við fáum í hversin sem Evrópusambandið kemur í heimsókn, athugasemdir við þessum urða, þannig útgang. Það er í raun og veru ekki um að undan það að gera þannig. En það þarf ekki nýri leið til þess. Eru fleiri spurningar? Spurning hérna og hérna? Já, mér langaði við þetta hrund og ég var einu spurningu til að Freydísar að því í lokin að þínu erindi þá sagður að það væri enginn sem væri inn í þessu kerfi eða að nota þetta regluverk. Ég var alltaf fyrir mig hvort að það væri hugsanlega, er það áhugaleysi bænda sem er það ástæðan eða reglugerðin sjálf sem er svona flókin eða hvað heldur þið að séu líklegasta ástæða fyrir að bændur sé ekki að nýta sér þetta? Já, það var ekki alveg nóg skýr. Það er enginn að nota þess að fyrir lítið sláturhús. Þannig allir veitir frá bíluframleiðendum, langflestir að nota þessa undanþágur sem eru veittar fyrir þá. En það er ekkert sláturhús með leyfi sem byggjar þessa reglugerð hjá okkur í dag. Það er enginn lítið sláturhús til. Já, þau eru til, en það er enginn sótt á þessum grundvöllum. Þau hafa bara farið í stóra pakka og enda sem gummar kannski eða erfitt. Sláturhús og seglbúðum er lítið sláturhús, handverðsláturhús og fellir alveg að þessu reglu. Hann nefnilega sækir þetta rétt áður en þessi reglu kemur gildi og þetta verður bara vegg þessi stóri pakki sem er skiljanlegt sko. Því svo þegar ég kem með nýju reglugerð þá er það fullt undanfáum fyrir sem var bara á seint sko, því miður. Hann hefði klárlega pakkið þetta. Það er spurning hérna. Þórarinn Jónsson heiti ég í Keldudal. Spurning til Freydísar með þessi lög sem eru undir 3 mánaða. Er þetta eitthvað sem er automatist hérna eða er þetta eitthvað sem þarf að setja inn í reglugerð? Sko, þetta er engan veginn automatist. Hann, eins og Andrea svaraði mér, sem var mjög mörg vita, að þeir hafa byggt að þeimla áhættumætti. Þannig ef við getum sýnt fram á sjúkdómaskráningarnar, við eigum náttúrulega margra ára tugasafn af sjúkdómaskráningunum, ef við sýnt fram á að þetta séu nánast sjúkdómafrílögn og sóttum það til Evrópusambandins, við myndum þurfa að sækja undanþágur að þeir eru með einhverja hefð fyrir þessu reynilega skiptisnjónum, það væri unglarnaþáttur, en við myndum þurfa að sækja undanþágur, það tekur alltaf einhver ár. En það var ekkert klála að sækja það. Og þá skiptir það ekki máli hvort við verðum þá með 3 mánaða þá 4 mánaða? Já, ég var ekki, gerðum ekki grein fyrir það að það er eldri, en þeim er eldri þeim er hægt að sjálfsögðu. En 3 mánaða þegar hún var fjarti, það má náttúrulega skoða þetta sem hálfvilt dýr, þannig séð, sko. En allt sem fyrir hús er strax komið með þetta. Þá var það hins spurningin, myndi þetta þá vera erfiðara með mjólkurkoppa sem er þá auðvitað? Já, það er ekkert að skoða þá svo. Já, ég hefði bæta við að náttúrulega það sem að þeir eru gert þau verður mögulegt að setja þetta fram og fá samþykki frá Evrópusambandinu til að vera með þessar svona national reglur, reglur sem að bara Þýskalandi með. En það sem er gert þeim kleift að gera þetta er að þeir eru gögn sem geta sýnt fram að þetta er lág áhætta fyrir neytendur. Þeir hafa framkvæmt áhættumat. Það er það sem að við höfum ekki gert og getum ekki gert að við höfum ekki gögn til að sýna fram á áhættuna. En þess vegna að þeir eru með gögn sem sýna fram á þeirra áhættan leiðir, þeir tókur bara 3 mánaða, annars að þú getur tekið 4 mánaða, 3 mánaða lögn, það skiptir ekki máli. En þeir tóku 3 mánaða lögn til að passa við páskahlöfum. En þarna gera þetta, sýna fram á það að með því kerfi sem þeir hafa til staðar, þá geta að gert þetta með lágmarks áhættu neytendur. En þarna eru gögnin og áhættumat hlutir. Já, ég heiti Helga og bý á Mæjusá. Ég er með spurningu til bændanna, beggja, varðandi verðlækninguna á lambakjötinu. Finnst ykkur ekki sjálfsagður hlutur að neytandinn í landinu styðji ykkur ekki með beingreiðslum með þetta kjöt sem það ætli að slátra heima? Er ekki nóg að hann borgi það einu sinni og bara beint til ykkar? 100%. Og eins langar mér svo sem bara í leiðinni að spyrja Þröst hvað honum, af því að hann nefndi sko verð á lambakjöti, hvað honum finnst eðlilegt að selja í heilum sklokkum lambakjöt.
ef að sko beingreiðslurnar fara af þá náttúrulega verður það ekki að verða meira en það er í dag. Sko ég miðaði að selja ekkert inn til 1400 kallinn fyrir það kíló. En það er alltaf sjálfsögum með beingreiðslurnar. Okkur veitir ekkert af því, það er alveg lámasvöld. Já, ég tek undir það sem Þorsteinn segir með beingreiðslurnar, en eins og það getur velt fyrir okkur eins og greiðslu sem við erum að fá, eins og ég sagði á per kíló. Það er hluti sem væri svona meira sveigjanlegur. Beingreiðslan koma náttúrulega á okkar ærgildi sem við eigum, þannig að það er svona svolítið annar handleggur. Ég verði að fá að stóða lóðum mína þetta og grípur fram í fyrir fullastofa. Eru aðrar spurningar? Sæmundur Sveinsson heiti ég og rektor hjá Landbúnaðarháskólanum. So Andreas, I had a question regarding, you mentioned that the products from hunting, you could only sell them in 100-kilometer radius. Is there any similar system for agricultural products, slaughtered at home or sort of home-made agricultural food products? No, there is no special law. The marketing directly from the farm is in the hand of the farmer, and he will become a member of a food producing system when he started to sell his products. It's not restricted in distance, and it's not restricted by the total amount. So this is something, which is free for the farmer to choose whether he has a special income in the marketing. For the hunters, that is a special regulation because of the tracing problem. So when you buy in a farmer's shop, you know what you get and where you have it from. But if you deliver game meat, for example, to restaurants from 100 kilometers, it's difficult to find out where it comes from. And this is, in the case of an outbreak, a very crucial question. And this is why there is a restriction in distance. Þannig aftur þarna, samhengi áhættumats og áhættustjórnunar. Við förum nú að segja þetta gott. Ég á alltaf svona á því að menn fara að draga pelabráðum, þegar þetta stoppa þetta. Þannig að ef ekki að segja að hér er einn og önnur hér, eru fleiri sem vilja taka til máls? Hérna? Fleiri? Hérna, já, ég gef panelum loka orðið, ekki að segja það. Herðu, þá eru 3 hérna á spurningaskrá. Ásælurði, Einar Kjörviti ég. Ég með spurningu fyrir Andreas. One question, Andreas, about the facility home at the farms regarding cutting and cleaning. Is it the same regulation for the EU, or is it some minimal another regulation for small cutting plants or things like that? The question is you have to ask the other way around. So if you have a national solution, is it in accordance to EU law? So if it's in accordance, you can make what you want in a country. So whenever you restrict this kind of trading, for example, the direct marketing, it's up to you as a country. If Iceland don't want to see this, you can 100% stop direct marketing. So it's just by law. But the other way around, when you want to see locally produced product on markets, and direct marketing by farmers, then you give the regulation as the government. So it should be in accordance to the law, but then you're free to choose how to make it. So there is a lot of space. And I understood also the question with the slaughterhouses, the micro slaughterhouses. This is a political decision for Iceland, that you have one big slaughterhouse. And in some other countries, you have many small slaughterhouses, micro slaughterhouses, depending on your law. This is not in contradiction. If you fulfill the basic hygiene requirements, for the slaughtering, you can make it very small, or you can make it, as big as we have seen in many countries, so with 50,000 pigs a day.
So this can be done. It's just a question how you, what you allow on in the system. So this is something we know which you can be easily adapted to the Icelandic situation as well. Ég er næstur. Ég heiti Steingrímur Vistarsson, er kjötinamistari. Ég finnst eiginlega aðaláhyggja efni sauðfjárbænda hérna og ætti að vera umræðu efnið. Ég er vel ekki með spurningu, en mér finnst vera aðaláhyggja efni vera það að, sem hann allir kom inn á, að hvernig sláturhúsin eru að fara með kjötið ykkar. Hann sagði að það sem hann slátraði heima það væri miklu betra en það sem kemur sláturhúsinu og þó hans fé slátrað í fullkomnasta og besta sláturhúsi landsins. Vill panelin tjá sig þetta? I can try to answer it. I got the translation. My Icelandic is improving now. So the quality of meat, is a direct. It has many reasons, has a good quality. First, you have an influence of the slaughtering process on the food quality. So that is independent of the size of the slaughterhouse. So that means if you do it very calm, in a familiar and not so loud environment, slaughtering, will not alter the quality of the food, and this is independent of the size. So normally, the veterinarians are tending to bigger units, like bigger slaughterhouses, because then you can guarantee the quality of the meat inspection as well as the cross-contaminations which might occur on the slaughtering process. Because that is one of the problems, which you are facing when you have home slaughtering. That people don't know the real hygienic rules. So whenever you touch the backside and then you touch the carcass, you have a transmission of the bacteria. And this is something which you have to keep in mind. And this is not what you can see, by just by looking at it. And you have to learn it that this should be avoided. Otherwise, I would not say that home slaughtering is a better quality than the quality from the slaughterhouse. Because I don't know any publication about this. So it's more or less the stress of the animal which is influencing the quality. So when you do it on both sides, if you do it in a good way, the meat quality will be the same. And it's more influenced by genetics, by feed, and other quality parameters, which taste probably better. I think you totally misunderstood the question. He was asking about the German soccer team. No, you was not sorry. Síðasta spurning hérna. Það var einn spurning til Hramnar. Ég reki ferðaþjónustu að heimilinu og oft spurtu hvort það er hægt að fá smakka mjólkina bænum. Það er náttúrulega kól og öll eins og hluti. Maður hefur gefað hana ef fólk átt að segja að það er gert á því. Hvað verða langur ferill í svona áhættumati að ferðaþjónustubændur fengi að selja mjólk sem að stendur í 99,9% tilfellum allar toppgæðakröfur sem iðnaðurinn gerir? Eins og Andreas kom aðeins inn á áðan líka, þá er þetta leiðindi í Þýskalandi þegar ég erum með svona þessi mikromjólkurbú þar sem ferðamenn eða almenningur getur keypt ógerilsneyddamjólk beint frá bónda. En hins vegar það sem þeir verða að gera er að setja upp skilti þar sem kemur fram að mjólkin er ógerilsneydd og það verði í raun og vera sjóðana áður en að neytt, en síðan sem hvort að neytandi gerir það eftir það er þá alfarið á hans ábyrgð. En það er svolítið erfitt að svara tímalengd hversu fljótt við værum að innleiða þetta kerfi innan hjá okkur, af því að við erum reynda með mjólkina er til töluvert af gögnum. Við ættum að vera með töluvert mikið af gögnum sem við gætum reiknað út fyrir áhættan væri. En þetta er eins og bæði Andreas og Freydís hafa komið inn að þetta er náttúrulega líka bara pólitísk spurning. Viljum við fara í þessi átt? Og ef við viljum fara í þessi átt, þá verður við bara útbúa kerfi sem þjónar okkar hagsmunum þarna. Þannig að þetta er alls ekkert óvinnandi vegur
að fara þessa leið. En það tekur náttúrulega alltaf einhver tíma til að koma kerfinu á og í raun og veru koma inn á þjálfun, hvað þurfa þá mjólkurbændur að gera til þess að setja þetta kerfi hjá sér og selja mjólkina svona tiltölulega örugglega. Herðu, það er búin að nefna ansi oft þjálfun og það er kannski svona en við myndum taka það með inn í loka orðin ykkar í panelum. Annars er það bara hver sjáu þið næstu skref í þessu og þá er ég að tala í rauninni bara í því hvernig við aukum verðmæti í landbúnaði og sérstaklega sauðfjárrækt mögulega örslátrun eða heimaslátrun partur af því og hvað þurfum við þá að gera og kannski sérstaklega hvers konar þjálfum, hvers konar leiðbeiningar þurfa að vera fyrir hendi og svo kannski eitthvað annað sem þið viljið koma inn á bara örstöld. Ef að byrja á bændunum, Þröstur. Já, ég er alltaf nú aðeins að vildum tala með sláturhús, svona heima sláturhús, þannig að það er ekki sér hérna. Ég skil hlutina að nú er ég komið með löggjöld til kjöldislu og ég veit ekki betur en ég megi slátra inn í henni ef það er bara aðskilið í tíma. Þeir gera þetta í löndunum kringum okkur. Er það ekki alveg rétt skiljið mér að það sé þannig. Og kjöldið er náttúrulega klálega mikið betra. Það er sonur minn kokkur, hann er að elda á Bláalónunum og það er mikil umræða innan kokka að þeir geta ekki treyst kjöldinu sem kaupa eða það getur komið eins og grautur eða það getur komið eins og bara gúmmbolti. Þetta held ég að sé alveg eitt af því sem að við erum sóknarfæri fyrir bændur og sem eru slátur sem að geta gert þetta lengri tíma og svona við allt svona rólega eðlilega aðstæður. En ég vil endilega taka með umræðum svona lítið heimaslátur. Freydís, já. Tökum við þetta svona. Ég er einn bóndinn, ekki? Ég held að þetta geta framtíðina fyrir sig svona smá slátrun, mikróslátrun, gott orð. Ég held að stóra slátrun sem ég alls ekki líta á þetta sem ógnum gagnvart þeim. Þetta er bara verið að sinna allt um markaði. Þannig að það er mjög mikilvægt að við höldum þeirri gangandi líka upp á magni, við náum aldrei að lóa allir þessum löndum inn á bæja. En með þessu móti getur við verið að sinna svona gæðamarkaði með svona einhvern hluta af okkar framleiðslu og það væri vel. Já, ég sé ekki til fyrirstöðu að mann sækir bara á grundvallar reglur sem við erum og matastofnun er opinn hreinlega bara til að vera með og taka átt í þessu og ég er bara að skoða öryggi framleiðslu. Við erum ekki að skoða gæða málin hvað kjöpur best, en ég held samt sem að þetta sé framtíð. Ég er bara persónulega trúið því, kannski ekki að matastofnun, en ég held það. Hvað er þú? Já, ég held að staðan eins og hún er í dag, þá stöndum við ákveðnum krossgötum. Það er við getum haldið áfram á þessari leið sem við erum í dag með samþjöppun búa, samþjöppun framleiðenda og það er, ef við viljum halda áfram á þessari leið, þá bara getum við gert það. En ég held að fjölbreytileiki er alltaf aðeins jákvæð. Það er svo kom inn að þetta er ekki, ég held að þetta muni ekki vera opnum við stóru sláturhúsin. Þetta er til að gefa neytendum val. Þetta er til að gefa bændum möguleika á að styrkja sem bú. Þetta gefur okkur tækifæri á nýsköpun og þetta gefur okkur tækifæri bara á að hafa fleiri valmöguleika. Það sem við erum að vekja með þessum fundi er að við þurfum að hafa kerfi sem þjónar okkur. Ef við höfum bara kerfi sem við þurfum að þjóna, þá er það bara öfugsnúið. En ég held að við þurfum að stíga næstu skref. Freydís bendir á, við getum sett inn umsóknir. En ég held að við verðum að taka mjög sterk og ákveðin skref til að beygja út af þessa braut sem núna. En við erum komað þessum grunnskólum. Andreas, do you have any last comments, any advice from Germany to Iceland? How would you do it if you were the king of Iceland?
You mean if I would be the king of Iceland? You know, the first thing is that, you know, you have to check whether you want to have small farms or not. It's very simple. I think the survival of the rural area needs many attempts, and they should be coordinated. So it's not only the slaughtering of lambs, but it's one part. So the question is, you know, if you want to continue cultural and real life on the rural area, you have to enable the people that they earn the money on the place where they are living, and it should be attractive for young people. So it's also a direct function of the income. So whenever you have enable people to earn their money, they will stay and they will come because they like their homeland. So I would say, you know, if there is an urgent need to be more concise with the measures, I think I would discuss with the farmers, you know, how to make more local production possible, especially for Iceland, because in Iceland, you know, when you just look out of the window, you can see hundreds, thousands of tourists passing by, and that is. There are a lot of clients, you know, which are interested in real Icelandic products. You know, Iceland is magic. I'm talking for the Germans, you know. So if Iceland is magic, Icelandic food is also magic, or not? So I think that is something, you know, which has to be transported. And if doing so, I think you need a comprehensive attempt, you know, to look for the conditions, how you do your direct marketing, and then, and that will be my final statement, then you have to implement risk assessment, because that is the key issue. When you say it's acceptable to do this, and people are not sick, you know, you can expand your strict rules that you have here in Iceland. But they're really strict, you know, and they're not so much adapted on the needs, because from a veterinarian part, or for people who come from the infection side, they will say, okay, if you don't, for example, have micro slaughterhouses, you don't have problems with micro slaughterhouses. So it's very simple. That's maybe the reason, you know, why things are permitted. So if you want to make it more flexible, you know, then you can allow things under special conditions, and then you will see what happens. Það ráðin frá konunginum, hann kom með svona, það er fullt af atriðum sem að ég séu, það er fullt af spurningum sem var svarað hérna í dag, ég vona það allavega, og eflaust fleiri spurningar sem hafa vaknað, einn sem vaknaði bara hérna rétt áðan og kannski eitthvað sem við þurfum að skoða til framtíðar, en ég nú bóndi sem í náttúrulega við Þröst, og hann byrjaður að slátra, má ég þá taka 10 lögn til Þrastar og fá að slátra hjá honum, eða fá Þröst til að slátra í rauninni fyrir mig og svo framvegis. Þetta einmitt svona bara dæmi tækifæri sem að hægt að sjá fyrir sér í tengslum við þessa umræðu. Og kannski bara, ef við myndum að taka þess boltan frá Atla, nú finnst við frekar líklegt, hafandi í huga íslenska umræðumenningu, að við förum í einhverja skotgrafir með þessu umræðu og þetta verði svona einhvers konar litlir versus stórir og allt þetta. Ég held að við ættum ekki að fara þangað. Alla jafna eru glös hálffull og þetta snýst ofsalega mikið það hvernig við lítum á tækifærin frekar en ógnarlega. Og við kannski langar bara til að enda á því og kannski bara svona fyrir okkur til að hugsa að við tölum oft hálffull glös eða hálftóm. Og það er engin spurning það að við lítum á þetta glas hérna sem hálffullt. En þegar glös eru hálffullt þá er hægt að í rauninni vinna með það og taka hlutina áfram, en kannski að maður gerir ekki neitt eða lætur hlutina bara standa eins og þeir eru, þá er alltaf hægt á því að koma ykkur og þá höfum við hvorki hálftómt né hálffullt glas, þá höfum við bara tóm. Þannig að ef við ætlum að taka þessa hluti áfram þá held ég að við ætlum að láta vaða umsóknir hérna til Freydísar, tala við Sigurjón og bara aðra þá sem hafa með þessi mál að gera og fyrst og fremst að gera það sem okkur langar til að gera og hafa hugleikinn til þess. Takk fyrir fundinn, takk fyrir að koma og sérstaklega þakki til frumælenda. Takk fyrir.